Komið sæl, við í Augnabliki Iðnaðar erum komin fyrir framan prentsögusetrið og ætlum að hitta hann Hauk sem ætlar að fræða okkur allt prentsögu á Íslandi og tilkomu þessa frábæra safns. Haukur Már Haraldsson, velkomin í Augnabliki Iðnaði. Takk. Þú ert hérna, hvað heitir það, setjari? Setjari. Já, það er ekki sama prentari? Nei, það er ekki sama prentari. Nei, þú ætlar að segja okkur frá því og svo ætlum við að fræðast að þessum prentsögusetur. Hvað, hérna, þú segir okkur aðeins frá þínu svona ferli sem setjari og hvað setjari er? Setjari er náttúrulega maðurinn sem setur eftir handritum höfunda og brýtur síðan eða raðar upp lesmáli þannig að hægt sé að prenta það. Þetta er að vísu gamalt fagheiti frá þeim tíma þar sem að einar 7 stéttir komu af verkefni áður en það hægt var að prenta það. Já. En í dag er þetta í höndunum er í raun og veru bara einn maður sem getur séð allt sem viðkemur undirbúningi eða prentun. Og síðan tekur prentunum við. En þetta hefur breyst svo mikið. Já. Þannig að ég kalla mig setjari af því að mér þykir það hérna dálítið flott. Já. Og nú er ég að hugsa að kalla mig setjara emeritus af því ég er hættur að kenna. Já, það hljómar óskaplega vel. Hvað eru langt síðan þú byrjaðir í bransanum? Ég byrjaði mitt ár 1962. Já. Og þá í prentsmiðju Vísis, sem var sem sagt dagblaðaprentsmiðja. Já. Og fór í fyrsta skipti í skólan í september, ég mæri það sama ár, síðan, og útskrifaði síðan 66. Já, akkurat. Og verið viðlaðin hérna iðnaðinn síðan? Með höfnum og glöppum. Já. Og það þannig, ég var lengi, eða nokkur ár skulum við segja, setjari. Já. Og umboðsmaður, útlitshönnuður svo, síðan fór ég út í prentþjónustu, stofnaði fyrirtæki, ætlaði að vera ríkur og fór dundrandi hausinn og allt það, En svo byrjaði ég að kenna upp í iðnskóla 1985 og var þar alveg þangað til ég hætti að kenna 2013. En iðnaðurinn sem slíkur, hann náttúrulega eins og komst inn á svolítið á hann gríðarlega mikil breyting frá því að bara á þeim tíma sem að þú hefur verið viðlaðinn og hvað þá hefur fyrir lengra? Þetta er ekki sama líkjandi í raun og veru. Ég efast að nokkur enginn á Íslandi hafi farið í gegnum aðrar eins breytingar. Nei, akkurat. Og tæknibreytingar á ekki lengri tíma. Nei, já, akkurat. Og meira að segja getum við sagt að frá 1970 eitthvað smávegis, það hafi orðið það kortvarpaðist í raun og veru algjörlega fægir. Já. Þá kemur blaðaprent og blöðin eru prentuð í blaðaprenti. Það er hægt að setja á blý, menn er að setja á einskriftarvélar og á strimla sem er líma svo bara upp. Akkurat. Og það var gjörbylting og annað fólks kannski líka við svona alvöru fagmenn hlógu svolítið mikið af því sem hét offset prentun í gamla daga. Það sem byggir á lögmálinu olía og vatn. Já. Og við hlógum að þessu þótt þetta ekkert alvöru eitthvað Nei. Þetta ekki alvöru eitthvað, það ýtti gamla prentunu eiginlega mikið til út 1973-74 eða eitthvað svoleiðis þegar blaðaprent byrjaði. Síðan er allt meira og minna prentað í offseti og nú hlæja þeir að okkur. Hvað er þetta? En prentsögusetur, við erum nú staddir þar akkurat núna og það sem er mikið af ótrúlega skemmtilegum og flottum búnaði. Hvað kemur til að þetta safn eða þetta setur verður til? Þetta er enda það sem við köllum vísi af prentsögusetri. Þetta er gamla prentsmiðjan sem við köllum. En ástæðan fyrir því að við stofnuðum prentsögusetur er svo að þessar breytingar allar sem hafa orðið til þess að fjölmörg tæki og tól hins gamla tíma hafa endað á ruslahaugum.
En hins vegar hafa alltaf verið einhverjir af þessum gömlu mönnum sem vildu geyma eitthvað. Og það hefur bjargað því að það eru svolítið mikið til af gömlu tækjum. Og við söfnuðum saman heljarns miklu mikið af tækjum og fengum að geyma það á Eyrarbakka. Þar stóðu til ákveðnir hlutir sem fóru síðan út í sandinn. Og núna horfum við á Skálholt sem svona draumastaðinn og við erum svona í samstarfi við Skálholtsstað og við vonum að okkur takist að opna þar innan mjög margra ára, helst innan svona 2 ára. En þetta að vísu sagt mig í fullkomnu ábyrgðarleysi, svona ártöl sko. Það er mikið prentsaðar þar. Prentsmiðjan, þessi eina sem að flæktist yfir hálendi milli Hóla og Skálholts, hún var reynda bara einu sinni í Skálholti en hún prentaði ágæta hluti sko. Þannig að og svo vill svo til að vígslubiskupinn í Skálholti, núverandi Kristján Björnsson, mikill áhugamaður þessu sögu. Þannig að við erum mjög skemmt góður og fínn í samstarfi sko. Já, það er frábært. En þetta ekki reynda fyrsta tilraunin því að aldamótin síðustu, 2004 ég man rétt, það var gerð önnur tilraun til að gera þetta, að safna að búa til prentsögusafn eða setur, en það er hann út í sandinn og þessi hefur tekist betur, þessi tilraun. Já, það er frábært. En hvað er svona þín svona skoðun á mikilvægi þess að varðveita svona sögu eins og þessa? Menn verða að vita eitthvað fortíðina sko. Það er nú bara þannig sko. Menn geta hnussað eða vilja sko. En allt þetta liður í þróun sko. Þessi setiravel til dæmis við hliðina á okkur. Svo fyrst frá því að Gutenberg byrjaði 1440 að fann upp setni lausaletrið og prentuðu. Það var ekki fyrir 1886 sem að fyrsta svona vélinn kom til að setja þetta. Við vorum búin að finna alls konar aðferðir að flýta prentun, prenta hraðar, binda inn bækur hraðar en framleiðnin í setningunni var alltaf svo sama. Það var ekki fyrir löngu seinna sem eins og segja 1886 sem að fyrsta setjarvélinn kom. Þetta allt saman þróun. Já, akkurat. Og partur af því sko, sem við erum að gera í dag, það byggist mikið til á þessu. Við erum vísu fannir að tala sentimetra og millimetra í staðinn fyrir punta eins og við gerum í gamla daga. Það að vísu hrörnun en það breytir ekki því. Aðferðin byggist á einhverju sem var. Sko. Og við eigum að varðveita þetta. Sko, en saga okkar bara Íslendinga í prentsögu, hún er dálítið merkileg, eða ekki? Svona, eins og talar þessi einu prentsmið sem þvælist landið og... Já, hún í sjálfu sér dálítið merkileg, sko. Fyrsta lagi merkilegt að það ekki nema 100 ár frá því að Gutenberg finnur upp þessa aðferð þangað til að koma til Íslands. Og það svolítið gott, miðað við ástandi í landinu. Þetta var óttalegt sker hérna sko. En þarna kemur 100 árum seinna, 1530 eitthvað svoleiðis, þá kemur prentverkið hingað. Jón Arason kemur með sitt prentverk frá útlöndum og með prentfara með sér, sem reynda vildi svo til að vera prestur í Þokkabót. Og þessi pressmiða var meira og minna eina pressmiðan, alveg þangað til 1770 eitthvað. Og hún var mestanpart á Hólum, hún fór á Núpstað eitthvað smávegis. Og síðan fór hún á Skálholt, af því Skálholtsbiskup vildi fá að gefa út bækur líka, eins og biskupinn á Hólum. Og þar var hún einhver smá tíma, nokkur ár. Biskupinn þar keypti prentsmiðjuna, þannig að hún fór með ekkjunni hans þegar hann dó, ekkjunni hans á Hlíðarenda í Fljótshlíð og þaðan svo í Skálholt aftur. Þannig að þetta var meira og minna saman prentsmiðjan. Svo kemur maður, ungur námsmaður, íslenskur í Kaupmannahöfn, vill fá að búa til prentsmiðju líka, hét Ólafur Ólafsson, kallaði þessi Ólaf Ólivíus. Og hann fær leyfi kongsins til þess að setja upp prentsmiðju og fær peninga hjá nokkur ríkum mönnum í Kaupmannahöfn og fer með græjur til Íslands.
og ætlaði bersýnilega að fara vestur á Ísafjörð og setja upp prentsmiðju þar. Hann var ættaður sem sagt úr Ísafjarðardjúpi. En hittir menn á í Stykkishólmi sem bjóðast til að fara meira með honum í kompaníu og þeir setja þessa nýju. Í dag myndi það verða kallað frjálsprentsmiðja, hún var sem sagt ekki á vegum ríkisins eða kirkjunnar og setur hann upp í Hrappsey á Breiðafirði sem sennilega ólíklegasti staður í heimi sko, sko. En hún gekk þetta smávegis nokkur ár og fór svo á hausinn og Magnús Steffensen hvað var hann ríkisráð held ég hann hafi verið kallað. Hann kaupir svo restina af Hólaprentsmiðju sem þá orðin verulega léleg og þessa úr Hrappsey og setur upp sína prentsmiðju sjálfur. Stofnar Landsuppfræðingarfélagið sem á að gefa út bækur fyrir alþýðuna til þess að fræðast og aðlast skilning á lífinu. Og hann rekur þetta sem sagt þangað til að hann flytur með hana fyrir rest, hann kemur við á Leirárgörðum og flytur út í Viðey og þar hann með hana þangað til hann deyr og sonur hans í nokkur ár þar á eftir en síðan flytur hún til Reykjavíkur og þá eiginlega kemur prentið til Reykjavíkur sko. Hvað var 1840? Ég man ekki ártalið en þetta er ótrúlega synd. Þannig að þetta er svona, þessi prentsmiðja var í raun og veru, maður má segja eina prentsmiðjan. Maður kannski efast aðeins fullorðinguna en svona því sem næst eina prentsmiðjan skulum við segja, en alltaf í sömu eign. Er einhver svona ákveðnir kannski hlutir á safninu sem að eru hafa einhver svona sérstaka þýðingu eða fyrir þig eða bara fyrir söguna sem slíka? Einn hlutur kannski frekar en annar? Nei, ekki svona sérstaklega sko. Nei. Þetta er allt meira og minna sko þegar maður kemur hérna inn núna. Það fær maður svolítið nostalgíukast. Já, það ekki. Jú, það vantar hins vegar hér að setja einhvers staðar svona prentfarfa í eitthvað horni, svo það komið svona lykt af prentfarfa sko og pappír og svona. En í það heila stóra, mér finnst það að tekist vel að setja hér upp, hér eru minjar af eintök af gömlum bókum úr þessum gömlum prentsmiðjum og nei, ég held að sé ekkert sem held neitt sérstaklega upp. Nei, þetta er bara svona allt partur af... Þetta er allt partur af þessa þróun, sko. Ég var í mörg ár að setja á svona setjavél. Og það var, þetta var alltaf svolítið gaman. Já, ég trúi því. En eins og öll störf, sko, það voru stundum dálítið leiðileg. En í það heila stóra þá var þetta mjög skemmtileg starf. Og svo náttúrulega kom ég inn í fæi, sko, þegar var borin virðing fyrir setjurum, sko. Af því þeir voru í persónulegum kontakti höfundana. Og það var ekkert smá. Nei, akkurat. Í dag þarf maður að fara í gegnum sko, brinnvarða veggi til þess að geta komist að prentvaranum. Sko. Getur hent einhverju nöfnum inn sem þú hittir? Þessum? Frægum? Já, Prentsmiðja Hafstein, það var ég man nú alltaf eftir mannum eins og Einar Ólafur Sveinsinni. Sigurði Nordal, þessu gömlu kollum sem voru andans súpermenn. Sko. Og ég var mikið í því að setja fyrir Hið Íslenska Bókmenntafélags, Smáritinn og ýmis svona. Og þessi kallar voru mjög skemmt, ég sáti við hliðina á manni, sko. Og þetta var gaman að tala við það. Mikil samskipti. Já, mikil samskipti, sko. Og þá líka átti maður að leiðrétta, sko, það var partur af jobbinu, var að leiðrétta augljósar villur. Og maður gerði það. En þannig að ef hins vegar höfundurinn var bara með einhverja svona stæla, þá náttúrulega hreyfði maður ekki við því, maður fekk að vita það, sko. En ég man eftir einu dæmi mann, sko, sem að ritstýrði riti og hann skrifaði alltaf Vestmannaeyjar. Það var sjómannafélag Vestmannaeyjar, sko. Skrifaði alltaf Vestmannaeyjar og ég breytti því alltaf Vestmannaeyjar. Og alltaf kom prófarki frá hann út með æ þarna. Og hann kom og svo endaði með það kom til mér og hundskamaði mig fyrir þetta. Og ég gáði bara í símaskrona sig.
Og hann kom og svo bara alveg hissa á þessu. Já. Hann hafði búið í Vestmannaeyjum í mörg ár og aldrei vitað að þetta væri skrifað. Var það svona undarlega að skrifa? Já, Vestmannaeyjar, maður segir Vestmannaeyjar. En hvað eru hérna svona, hvaða fólk er að koma á safnið? Hver er að koma hér að skoða? Hinn, bara maður inn að göttunni, sko. Já, bara alls konar bæði sögu áhuga eða prenta áhuga? Já, það hafa reynda komið hér menn, sko, prentarar utan sem hafa verið hér, sko, bara til að sleikja sólina og fara upp á Öræfin, sko. Já. Og sé þetta hér og þeir hafa verið mjög hrifnir af þessu. Já, mjög hrifnir af þessu. Þannig að þetta er ekki þannig að hér komum bara fagmenn til þess að strúka vélónum sína. Nei, bara í einhverjum nostalgíu. Nei, hér koma menn, sko, sem að eru í sjálfur sér ekkert endilega tengið prentinu, finnst bara gaman að sjá svona gamla hluti, sko. En við ræddum að koma aðeins inn á framtíðina, vonandi í Skálholti eða hvernig sem að það verður, en svona önnur framtíðarsýn, er það eitthvað sem að þú getur deilt með okkur, hvað þið sjáðu fyrir ykkur? Ég sé fyrir mér, sko, eitthvað sem kannski er algjörlega óraunhæft, sko. Ég sé fyrir mér ákveðið sko, húsnæði með vélakosti og sögunni, skilur þau, í röð, hvað heitir þetta, tímalínu, en hérna, og aðstöðu fyrir fræðimenn, sko. Ég dreymi svolítið það, sko, þetta væri fræðasettur, ekki síður heldur en sko, tækjasýning, sko. Þannig að menn gætu verið þarna, grublað í bókum, og skrifaði það hvað sem þeir að gera, sko, bara stunda sín fræði gömlu prentssöguna, sko. Það væri mjög gaman. Drukkið í sig reynsluna úr tækjunum í leiðinni. Já, skoða fína myndir og svona, sko. Já, akkurat. Heldurðu að eitthvað þessi sé virkt í dag, þessum tækjum? Heldurðu að við getum notað eitthvað á þessu? Mér er sagt á honum Heimi, sem er formaður prentssögusetur, að það megi stinga þessum vélum í samband og þær muni ganga. Já, það er svoleiðis. Já. Það er bara... Ég hef ekki þorað að prófa það. Þetta, hann fullir það og ég held í fram að hann viti það alveg, sko. Já, en prentarar, setjarar og allt sem að því tilherir nú er svona kannski, hvað að segja, prentunum búin að breytast náttúrulega gríðarlega og með tilkomi internetsins og við vorum að ræða hérna aðeins fyrir viðtalið að hérna eins og með hljóðbækur og fólk er verið að hlusta á bækur og hérna svona breytingar og eins með hérna dagblöð og tímarit og þetta svona meira heldurðu að hérna þetta er bara eftir að hverfa alveg eða sem viðnar? Nei. Ég hef enga trú á því. Nei. En hérna þetta breytist, allt breytist í heiminum, sko, en það hverfur ekki. Það held ég ekki, sko. Ég er nú nýkomin inn í þetta umhverfi, þetta hérna hljóðbókaumhverfi og það er svolítið sniðugt, ég get alveg viðurkennt það, sko. En ég er svo gamall og sérvitur að mig finnst, ég vil helst halda á því sem ég er að lesa. Mér nægir ekki að halda á sko einhverju tölvudóti og ég vil finna lyktina af pappírnum, sko. Það er ekkert flottara heldur en að taka prentaða bók og svona að fara eftir síðunum svona, hvað heitir að bruna eftir þessu og finna lyktina sem kemur upp. En ég hugsa að þeir sem eru miklu yngri heldur en þú til dæmis mun ekki fatta þetta. Nei, það er alveg hugsanlegt, en það er náttúrulega líka, fyrir mér persónulega að eiga áreitaða bók finnst mér alltaf skemmtilegt. Ég á enga áreitaða hljóðbók. Nei, þú kemur nú ekki, það getur nú að vera vanglegur. Já, en þannig að ég held að það geti alveg verið bara það að sem svona fallegt, þó svo hlustir á bókina minni, að eiga hana líka í prenti. Og svo náttúrulega er auðvitað prenta miklu meira en bara bækur og dagblöð. Já, minna prentunin er ekki bara bækur, sko. Prentunin er miklu meira. Já. Það meira að segja svo, sko, að mér er sagt að þegar jólabókaflóðið kemur og það er stór hluti af bókum prentaðar erlendis, þá sé það ekkert stór mál. Af því að það snertir ekkert íslenskan prentina eru nú vörur, segja menn. Já. Af því það er einfaldlega það
það er mikið prentað af öðru að þetta heggur ekki lítið sem ekkert skarf í íslensk prent sko. Ég er sagt að það kosti hvað, að ég ætti kannski ekki að refna tölur. Ég þetta borgir sig ekki. Sleppum, þú klippir þetta bara. Þetta hérna búið að vera mjög áhugavert og skemmtilegt. Mér langar kannski aðeins svona fyrir þá sem hafa áhuga að kynna sér bæði safnið eða koma og skoða eða hérna kynna sér þetta hvað eru svona, það lítið opið eins og eða hvað? Það náttúrulega ekkert opið eins og Nei, en aðeins svona undir venjulegum kringumstæðum. Við undir venjulegum kringumstæðum langar okkur til að hafa þetta opið allavega svona 3-4 eftirmiddaga. Já. Og þá geta menn bara komið hér og skoða þetta. Og við verðum hér alltaf einn eða tveir á staðnum ef menn vilja upplýsingar og fræðast ekki meira hlutina. Þannig að það væri bara gaman. Já, á internetinu eru þið með vefsíðu? Á internetinu er vefsíða sem heitir prentsögusetur.is. Prentsögusetur.is. Mjög, sem reyndar, svo ég segi frá, mjög fróðlegur fróðleg svæði. Já. Og síðan erum við náttúrulega á fésbókinni með prentsmiðjusetur eitthvað. Það ekki bara prentsmiðjusetur, það ekki punktur eitt eða neitt. Við látum það fylgja með í lýsingunni á þættinum. Já, einmitt. En á vefsíðunni, vefsíðun okkar prentsmiðjusetur.is er mjög fróðlegt. Það mjög fróðlegt að fara þar inn og fylgjast með því. Þannig að þeir sem vilja afla sér upplýsingar geta skoða það og jafnvel komið svo í heimsókn í kjölfarið. Þess vegna og þeir geta kynnt sér söguna og svoleiðis. Þetta er mjög fróðlegu öfur, svo ég segi sjálfur frá. Haukur Már Haraldsson, frábært. Takk kærlega fyrir spjallið. Takk fyrir.